Jæja, komið þið sæl og blessuð, velkomin í Pílukastið. Matthías Örn heiti ég og umsjónarmaður þáttarins. Þetta hann Boston hérna, hjálpar hella, gerir reyndar ekki mikið en bara sætur í myndavél. Heyrðu, við vorum ekki með þátt í hérna seinustu viku. Góð ástæða fyrir því, það var bara nóg að gera og ég búinn að vera alveg sveittur við að taka saman klippur frá sem sagt helginni 5.7. nóvember, en þá vorum við að spila stigamót 9, 10, 11 og 12. Við spilum þau í aðstöðu Pílufélags Reykjanesbæjar upp á Ásbrú og við skulum byrja á því að kíkja á klippur frá þeirri helgi. Já, hér erum við að sjá svipmyndir frá stigamóti 9 sem spilað var á laugardeginum 5. nóvember. Hérna sjáum við fyrstu umferð hjá köllunum. Þetta Hörður Þór Guðjónsson á móti Brynjari Bergþórsinni og Hörður kominn í góða forystu 4-0 yfir og missir þarna doppel 14 til að vinna 5-0 og gefur Brynjari möguleika á stóru útskoti 158, 320 hittir ekki, þannig að Hörður fær allavega eitt séns í viðbót til að taka út 14 og koma sér áfram í aðra umferð. Doppel 7 gerir það fyrstu pílu og komin áfram í umferð nummer 2. Annar leikur í fyrstu umferð, það Björn Steinar Brynjólfsson á móti Sigurði Aðalsteinsinni. Siggi hérna komin í 4-1. Þessir allir leikir í þessar umferð eru best af 9, þannig að það þarf að vinna 5 leggi til þess að sigra leikinn. Og Siggi hérna í mjög góðri stöðu, Jesse ekki útskoti, smá högt annað myndavélinni, þannig að pílan svolítið lengi á leiðinni, en Siggi doppel 20 fer inn fyrir á þá doppel 10 og gerir það doppel 10, komin í aðra umferð, sigrar Björn Steinar 5-1. Hérna erum við komin í aðra umferð, Hörður er núna að spila við Kristján Sigurðsson og þarna Kristján eitthvað að misregna sig, hann á 84, hefði átt að fara í 14 búl en fór í 18 búl og Hörður refsar, já, hann gerir það 5-2, spilaði mjög vel, 75 4 afrits, 72 afrits og komin áfram. Hérna erum við komin í úrslitaleik kvenna á stigamóti 9. Þetta eru þær stöllur Brynja Herborg Jónsdóttir og Ingibjörg Magnúsdóttir. Brynja átti 106 eftir, gat ekki tekið það út eftir hún gat það eftir fyrstu pílu en náði ekki að klára og Ingibjörg hérna í 4-2, getur komið sér 5-2, sigra leikinn, sigra stigamót númer 9. Þessi rétt fyrir utan en þessi inni. Ingibjörg Magnúsdóttir úr Pílukastfélagi Hafnarfjarðar sigrar stigamót 9 í kvennaflokki. Hérna eru komin í undanúrslitin í karlaflokki. Hallgrímur Egilsson á móti Pétri Rúðrik Guðmundsinni. Pétur var hann að reyna við 167, misti pílu 2 og Halli á það möguleika á að sigra þennan leik 66. 56 eftir, fyrir 16 og 220. Gerir það, spilaði mjög vel, yfir 70 meðaldal, 5-3 sigurvegari og hann komin í úrslita leikinn. Og hér erum við komin í úrslita leikinn í stigamóti 9, Hörður á móti Halla. Hörður ætlaði að reyna 25 þarna, var of góður, fór í rautt búl á þá 15 eftir og hittir í 16 og sprengir. Og Halli möguleika á að tryggja sér titilinn. Stigamóti 9 gerir það í fyrstu pílu. Sigurvegari stigamóts nr. 9, Hallgrímur Egilsson. Já, hérna erum við komin í stigamót 10 sem haldið var saman dag, laugardaginn 5. nóvember og hér erum við að horfa á Hörð Guðjónsson á móti Hólmari Árnasyni. Hörður er ekki að spila eins vel, báðið með 58 eða í kringu 50 meðaltal en
Það eru doblarnir sem telja og Hörður tók út fyrir sigrinum. Hérna sjáum við föður hans, Guðjón Hauksson, margfaldan Íslandsmeistara. Hérna er hann að spila við Vítor Charrúa. Hérna staðan 3-2 fyrir Gauja og þarna er hann að hendi í 1 stykki 180. Hérna eru aðeins komin lengra í leikinn. Vítor á 2.20 eftir til að halda sér inn í leiknum, fyrir inn fyrir á doppel 10 eftir og fyrir líka inn fyrir. Þannig að Guðjón á möguleika á að taka út Vítor í fyrstu umferð. Gauji var ekki raðað, hann er ósýtaður í þessu móti og ræðilegt að mæta honum í fyrstu umferð. Enda sýnir hann hvað hann getur, tekur út doppel 4, sigrar Vítor Charrúa 5-2. Hérna eru komin í aðra umferð. Það eru þeir Ástór Örn Hrafnsson og Kamil Mócek sem eru að spila og þetta er nú jafn leikur 4-3. Ástór á nú möguleika á að sigra 5-3, hann á 35 eftir, fer í 3 og reynir þá 2x16 og hann gerir það og þeir faðmast innilega að leikslokum. Ástór kominn áfram. Það eru kunnugleg andlit í úrslitaleik kvenna á stigamóti 10. Það eru sömu andlit og voru í úrslitaleik á stigamóti 9. Það eru Brynja og Ingibjörg. Hérna erum við að sjá glæsilegt útskot hjá henni Brynju, 80, 20, doppel 20 og Ingibjörg svarar með 94 út. Glæsilegt, þarna er Brynja í 4-1 stöðu en Brynja og Ingibjörg eru hér komnar í 8 legg og Brynja sprengir, var henni að hitta doppel 8 og gefur Ingibjörgu möguleika á að stela. Hún var 4-1 undir, hún er jafna 4-4 og á núna doppel 6, eða 2x6 fyrir sínum öðrum titli í dag og hún bara gerir það. Glæsilega gert hjá Ingibjörgu. 5-4, 2 titlar í hús. En hér erum við komin í úrslitaleik karla á stigamóti 10. Það er hann Hörður og faðir hans, Guðjón Hauksson. Guðjón er að hann er nú bara að rúlla upp þessum leik. Staðan er 4-2. Hann á 12 eftir, doppel 6 fyrir titlunum. Tekur það bara út í fyrstu pílu. Hann er ekki að fá láta son síns sína sig hvernig á að kasta pílu. Gamli kallinn kann þetta ennþá, vel gert hjá honum. Sigurvegari á stigamóti 10. Þá erum við komin á sunnudaginn 7. nóvember og það er stigamót númer 11 og það er Rúnar Jónsson og Björn Steinar Brynjólfsson. Bjössi er að eiginlega rúlla upp þessum leik. Það er 4-0 og hann á 7 eftir og fer hann í 3 og reynir svo doppel 2. Hún rétt hangir í og hann tekur þennan leik auðveldlega 5-0. Þá erum við komin í aðra umferð og aftur er Bjössi mættur í beinu útsendingu. Hér er hann að spila á móti margföldum Íslandsmeistara Þorgeiri Guðmundsssyni. Þarna er hann að hendi í 1 stykki 180 en Bjössi er komin í 4-2, 208 eftir. Er að kasta mjög vel í þessum leik og hendir í 180 stig, skilur sig eftir í 28. Og að lokum tekur hann doppel 8 nokkrum umferðum seinna og sigrar Þorgeir og er komin í 3. umferð. Annar leikur í annar umferð. Hér er Vítor Charrúa á móti Haraldi Birgissyni. Vítor Charrúa er þekktur fyrir stór útskot og hérna er eitt slíkt 116. 3x19, 1x19, 2x20. Takk fyrir 15 pílu leik í fyrsta leik. Haraldur á möguleika á að halda sér inn í leiknum, koma sér 3-2 á doppel 3 eftir en er aðeins og neðarlega og þú vilt ekkert mikið vera að gefa Vítori möguleika á svona stórum útskotum. Þarna er 119, 19 farnir af, það var að 3x20, 2x20 til að koma sér í 4-1 og refsa. Svona gerir maður þetta. 119 út, glæsilegar pílur hjá Vítor og hann er komin í 4-1.
Vítor á síðan 65 eftir, Haraldur 124, reynir þrefaldan 18 til að eiga séns á búllinu, hittir ekki og Vítor á þá möguleika að taka leikinn 5-1. 65 eftir, þá reynir maður venjulega í grænt búll. Það fer hann í 16 og á þá 49 eftir og ætlaði að fara í einfaldan 9, fer óvart í þrefaldan 9 sem að ef að reikningeta mín rétt þá á 22 eftir, en eins og við sjáum það skrifar hann ekki alveg viss og Vítor ekki alveg viss sjálfur, þannig að við þurfum aðeins að hingra og sjá hvort komist nú ekki að sameiginlegri niðurstöðu félagarnir. Það góða við pílukasti í dag, þetta allt komið í spjaldtölur, þannig að hann gæti í rauninni bara slegið inn tölurnar og plúsa þær saman og sé þá nákvæmlega hvað eftir, en við bara tökum því rólega, öndum í nefinu. Þeir eru sammála, 22 eftir, ein píl í hendi fyrir sigrinum og hann bara tekur það út. Örugglega lengsta 65 útskot sem við nokkuð tíman séð, en svo framanlega sem að seinasta pílan hittir tvöfaldan, þá kvarta ég ekki. En nú erum við komin í undan úrslit kvenna. Hérna er titnefnd Ingibjörg Magnúsdóttir að spila við Örnu Rut Gunnlaugsdóttur. Ingibjörg að spila vel í þessu leik og að taka út 60 fyrir 5-0 sigri og komin í úrslita leikinn. Hérna erum við komin í undanúrslit, Hörður Þór og Vítor. Vítor hérna 4-3 yfir og á 32 eftir, doppul 16 til að koma sér í úrslita leikinn. Gerir það í fyrstu pílu og komin í úrslit. Á móti hverjum? Nú, það kemur ljós á eftir, því nú erum við að horfa á úrslitaleik kvenna. Það er Ingibjörg Magnúsdóttir og Ísabella Nordskó. Hérna er hún að taka út 78 í sínum fyrsta úrslitaleik á stigamóti, glæsilega vel gert, og við erum komin í 8 legg. Ingibjörg á 120 tekur það ekki út, þannig að Ísabel á möguleika á að tryggja sér sinn fyrsta stigamótstitil, 1 og doppul 4, og hún tekur það í 2 pílum og fagnar vel og innilega, glæsilega gert hjá Ísabel. Nú, þarna er kunnulegt andlit undirritaður að spila úrslitaleikinn í stigamóti 11 á móti Vítor Tjarúa. Hérna langaði mig að taka 170, klikkaði á þriðju og þarna er ég komin í 1-0. Ætli ég sé ekki að taka 180 hérna. Jújú, það er gaman þegar það fljúa vel. Þarna á Vítor 170 eftir og honum langar að sína að hann geti þetta. 2 fyrstu í, triple 20 og rautt búll. Það var nær, en ekki nógu nær. Hérna er staðan 4-2 fyrir mér og ég er að setja mikla pressu á Vítor, er að hendi í 180 og þarna á Vítor 53 eftir til að halda sér inn í leiknum, 13 og 20 missir hann inn fyrir á þá doppul 10 eftir og fyrir líka inn fyrir doppul 10 gefur mér möguleika á doppul 8 fyrir sigrinum í stigamóti númer 11. Fyrsta píla, sigurvegari Matthías Örn Friðriksson, stigamót númer 11. Þá erum við mætt á stigamót númer 12. Fyrsta umferð, Karl Helgi Jónsson og Björn Steinar Brynjólfsson. Hann er Bjössi að henda í 180 í fyrsta legg. Hérna er staðan 3-2 fyrir Bjössa og Kalli, hvis þú hittir 180 þá get ég bara það líka og hendir í glæsilegt 180. En að lokum var það Bjössi sem var sterkur á hérna 10 eftir til að sigra 5-2
á doppul 2 eftir, hendir í doppul 2 þriðja píla, komin í aðra umferð. Títnefndur Hörður, hann finnst gaman að spila í beinni útsendingu. Hérna er hann að taka út 100 í 2 pílum á móti Alex Mána Pétursinni og er hér komin í 4-2 á doppul 10 eftir. Alex getur ekki tekið út 210, getur bara sett smá pressu, setur 60, Hörður fyrir inn fyrir, hann er doppul 5 eftir, 1 píl eftir og tekur út síðustu pílu 5-2 og hann er komin í þriðju umferð. Hérna erum við að sjá faðir Alex Mána, hann Pétur Rúðrik, hérna fyrir aftan hann Gissur Óla. Gissur er að setja tonn þarna en Pétur er komin í 4-0, doppul 5 fyrir 5-0 og tekur þá út fyrstu pílu. Hérna erum við komin í 8 manna úrslit. Halli Egils á móti Kamil. Halli 4-1 yfir og er að hendi í 180 takk fyrir. Báðir voru að ströggla í þessum leik að taka út. Kamil átti þannig 10, ætlaði að fara í 2 og fara síðan í 2x4 en sprengir fyrir 15. Halli ræðist bara beint á doppul 2 og doppul 1 með House. Takk fyrir 5-1, komin í undan úrslit. Nú, við erum komin í undan úrslit, stigum móti 12, það eru kunnuleg nöfn, Hörður og Vítor. Þarna er 0-0, fyrsti leggur, Hörður 120, þrefaldur, einfaldur, tvöfaldur. Takk fyrir, þetta köllum við Shanghai. Shanghai útskot, þrefaldur, einfaldur, tvöfaldur á sömu tölunni. Hérna er Vítor komin í 2-0 og ég var að segja ekki skilja hann eftir í stóru háu útskoti. Því að, hvað getur hann? Hann getur farið 319, 319, tvöfaldan 18, takk fyrir. Fagnar þessu. Glæsilega gert. 4-1. Doppul 5 fyrir sigurinnum. 5-1, koma sér í úrslitaleikin og gerir það. Píla nummer 2, 75 average, mjög vel spilað og hann er komin í undan úrslit. Hinn undan úrslitaleikurinn hjá köllunum var á móti Halla og Þorgeiri. 129 á Þorgeiri eftir, fyrir 319 á þá 72, 316, 24 eftir, doppul 12. Glæsilegar pílur hjá gamla og með þess að Halli fagnaði þessu. Strax í næsta legg á eftir, Þorgeir á kastið, 180, takk fyrir. Hérna er staðan 4-2 fyrir Þorgeiri. Halli er að reyna að halda sér inn í leiknum. Setur mikla pressu, 180 þarna. Þorgeir setur tonn á Shanghai eftir 120 en Halli á 115. Reyndi þarna í búllið, heldur hann að við lendum í 13 þannig að hann getur ekki tekið út en setur góða pressu á þessa 120 en þetta er fyrir sigurinnum, þrefaldur þá er það bara einfaldur en hann hittir ekki spjaldið, þetta má alls ekki gera þegar maður reyna að hitta einfaldan en Halli til að halda sér inn í leiknum komið sér í 4-3 doppul 16, rétt missir hérna rétt inn fyrir doppul 8 við hliðina og hittir ekki heldur þannig að Þorgeir hann á 40 eftir, tvöfaldur 20 fyrir sigrinum í stigamóti 12 fyrir 1, 39 eftir 19 eða 7 fyrir 7, 32 eftir glæsilega gert með Þorgeiri og hann er kominn í úrslit. Já, þá erum við komin í úrslitaleik karla á stigamóti 12, Vítor og Þorgeir. Þetta er fyrsti leggur, Þorgeir á 105 eftir, fyrir einfaldan 20, þrefaldan 19 og doppul 14, vel gert hjá gamla.
Hann spilaði vel í þessum leik, komið 4-1 yfir á möguleika á að taka út 108 fyrir sigrinum, fyrir 3x20, 1x16 og á þá 2x16 eftir. Tekur sinn tíma, stillir sig af en fer rétt framhjá, hittir ekki. Vítor á stórt útskot eftir, hann búinn að taka þessu út í allan dag, hægri vinstri, triple 17 og hann vantar annan triple, hittir ekki í þetta skipti, ekki sáttu með sjálfum sig á 74 eftir, getur bara sett pressu og reynda að halda sér inn í leiknum, gerir það, skora 122, 20 eftir, Þorgeir 32 og fyrir sigrinum. Inn fyrir 16, hann á double 8 eftir, inn fyrir 8, já, hún er ekki inn í, hún er fyrir innan, double 4, ein píl í hendi. En þessi er inn í, vel gert hjá Þorgeiri. Þorgeir Guðmundsson, sigurvegari stigamóts númer 12. Já, þarna sáum við klippur frá stigamótum 9, 10, 11 og 12 sem að spilu voru 5. og 7. nóvember síðastliðin. En ég er með fleiri klippur handa ykkur og Íslandsmót félagsliða er búið að vera í gangi núna í allan vetur. Þetta er fyrsta skiptið sem við spilum Íslandsmót félagsliða með þessu fyrirkomulagi og við erum komin í úrslitaleikinn. En til þess að komast í úrslitaleik þá þarf það að vinna undan úrslitaleik og í undan úrslitaleik í fyrri undan úrslitaleiknum voru það pílukastfélag Reykjavíkur sem spilaði við pílukastfélag Hafnarfjarðar og það voru þeir í pílukastfélagi Reykjavíkur sem að sigruðu þann leik og eru komnir í úrslitaleikin. Og í hinum undan úrslitaleiknum voru það við í pílufélagi Grindavíkur sem að tókum á móti pílufélagi Akranes og ég er með klippur frá þeim leik núna. Já, hérna eru að horfa á Grindavík á móti Akranesi í undan úrslitum Íslandsmót félagsliða. Við byrjum á tvímenning. Björn Steinar og Pétur Rúðrek er að spila á móti Sigga Tom og Ásgeiri og Pétur er að taka út 70, þannig að mjög vel gert til að koma þeim yfir 2-1. Þetta er besta 5. Siggi Tom, hann er að svara þessu mynd, tekur þarna út 75 og kemur þessi 8 legg. Og hérna erum við í 8 leggnum, Pétur á 20 eftir, fyrir stíginu, koma Grindavík yfir og hann gerir það, Grindavík fær stig. Í hinum tvímenningnum þá unnu ég og Hörður, þannig að Grindavík er þarna komið í 2-0 fórustu. Hérna erum við að horfa á einmenningin, þá spila allir 4 leikmenn einmenning, besta 5 og þarna sjáum við að ég er að spila við Sigga Tom, ég er 1-0 yfir á 104 á 40 eftir, rétt missi toppinn og Siggi 78 eftir 314, 318 og doppul 12, mjög vel gert, jafna leikinn. Hérna erum við komin í 8 legg, 2-2, 170 á ég eftir 60, fæ ekki séns að taka út 170, skil mig ágætlega eftir 65, en Siggi á séns á 114, þar að færi 318, gerir það ekki og ég á þá möguleika að vinna stig fyrir Grindavík og koma okkur í 3-0, 25, doppel 20, aðeins svo hár og aðeins svo lár. Siggi fær séns á 74, 42, 32, ekki flókið, fyrsta stig fyrir Akranes komið í hús. Þá er það Björn Steinar á móti Sverri Þór, þannig staðan 1-1, eins og ég segi það þarf að vinna 3 leggi og Bjössi rétt missir þarna toppinn til að koma sér í 2-1. Sverrir á 82, venjulega byrjar maður í búllinu til að lega doppel 16 og ef maður fyrir 25 þá fer maður bara í einfaldan 17 og á toppin eftir. Sverrir fyrir aðra leið, hann fer í 20 sem er svo sem ekkert að því, 62 eftir, fyrir 12 og þá á hann bara búllið eftir og hann tekur það
glæsilega gert, kemur sér í 2-1 og endaði á að sigra þann leik, þannig að þarna var annar stig komið í hús fyrir Akranes. Nú hérna sjáum við Hörð og Sverri, nú erum við komin sem sagt í hérna best af 17, það sem einn leggur spilaður í einu og þarna staðan sem sagt 4-2 fyrir Grindavík og möguleiki á Akranes á möguleika á að jafna ef þeir vinna 17, þá þarf það fyrstur til að vinna sem sagt 9 leggi og það einn leggur spilaður í einu. Þarna Hörður að reyna við doppel 18 til að fá punkt og koma okkur nálægt þessum 9 sem þarf. Þarna tekur hann í seinustu pílu doppel 18 og þarna ég að spila við Rúnar Frey á 68 eftir, fer í 60, skilum eftir í 8 og Rúnar ekki í útskoti, það ekki hægt að taka út 175 með 3 pílum og nær ekki að setja nógu mikla pressu, skora bara 26, þannig að doppel 4 til að fá N1 stíið fyrir Grindavík. Þarna dettur að önnur píla, Grindavík komnir í ágæta fórystu. Þarna Pétur að spila við Sverri og Sverri komin í fínasta útskott 102, en Pétur að koma sér vel inn í þennan legg með góðu 140 skori og en Sverri þarna 82 eftir þessa pílu. Þarna marga leiðir hægt að fyrir 60 sem þarna reyndan í búlið sem ég myndi ekki telja að vera rétt því að þetta minnsti reiturinn á spjaldinu, en fer síðan í 17, þannig að hann skilur sér eftir í toppnum. Ég veit ekki hvort hann var að reyna þetta en hann endaði þarna í toppnum. En Pétur 87, þá fer maður í 51 eða 3-17, þá hann 70 eftir, þá fer hann í 20 eða 3, núna á hann búlið eftir, rautt búl, rétt missir fyrir grænt á 25 eftir og Sverrir á þá möguleika á að fá punkt fyrir Akranes og halda þeim inn í leiknum. Þarna staðin 3-1 fyrir Grindavík og Sverrir gerir þetta feikilega vel, tekur út doppel 10 og seinustu pílu og staðan allt í núna 3-2. Hérna séum við Björn Steinar og Sigga Tom. Þetta frekar jafn leggur. Bjössi skora vel þarna 133 stig og Siggi þarf eiginlega að svara í sömu mynd, skora bara 59, þannig að ekki mikil pressa á þessu 86, en samt þó hann þarf að fara aftur í 18, missir hann á ekki sens núna útskoti og skorar þannig 30. Það á að eiga 56 eftir, það Róar sett inn 36 sem leiðir síðan eftir, en Siggi á 128, 18, 320 og svo búlið. Rétt missir af því og sást á hvað hann var hérna ósáttur. En Björn Steinar, það smá vesinn hann á ekki skora 50 stig heldur, bara 30. Tekur smá tíma að ganga úr skuggum að þetta hafi allt verið rétt og dómarinn kastar hérna bara og segir Sigga að hafa sér hægan, en þetta hefst nú allt á endanum. 30 skoraðir, þá á hann 56 eftir sem þá einfaldur 16, hann fer endar í 7 sem þá á hann 49 eftir, þá getur hann farið í 9 og reynt við 2 topp eða einfaldan 17 og doppel 16. Hann fyrir 17, ein píl í hönd, doppel 16, búm, vel klárað, tók smá tíma að taka þetta út en vel gert hjá Bjössa og Grindavík aftur komin í fórustu í þessum best af 17 leik til að í rauninni koma eða ganga skuggum hvort að Akranes ná að jafna eða Grindavík vinni. Pétur 96 eftir,
Ásgeir svolítið langt á eftir, þannig að það engin pressa. 60 og double 18. Já, þriðja píla. Flottilegur hjá Pétri. Þarna eru Grindvíkingar að taka svolítið völdin í leiknum. Hörður á sens á 15 píluleik, missir þarna búlið fyrir 121 en Ásgeir langt í burtu, setur hérna í góðan þrefaldan en það bara ekki nóg. Hörður fyrir 9, double 8, 2 pílur, takk fyrir. Og svo þarna er Grindavík búið að vinna og í lokinn þá náði Siggi Tom að enda kvöldið fyrir sig á góðum nótunum, klára seinasta leikinn, double 10, ánægði með þetta. En Grindavík vinnur þennan leik 6-2 og er komið í úrslit. Já, eins og þið sáu þá voru það pílufélag Grindavíkur sem að sigruðu þennan leik og eru sem sagt að fara að spila til úrslita við pílukastfélag Reykjavíkur. Og þessi leikur verður í beinni útsendingu hjá Stöð 2 Sport, takk fyrir. Dagsetning 30. nóvember. Setjiði þessa dagsetningu í síman ykkar, reminder, kaupiði áskrift, það verður nóg að gera í pílunni hjá Stöð 2 Sport. Þessi jólin, það er þetta mót í beinni útsendingu, Íslandsmót félagsliða. Það er náttúrulega stærsta mót allra tíma í pílunni, það er heimsmeistaramótið. Þetta er síðasta skipti sem að Stöð 2 Sport er með það mót allavega til 2027 því að Viaplay er búið að kaupa réttin af sjónvarpsréttin og mun sína næst frá 2022 til 2027, takk fyrir. En síðan er þeir líka með eitt stykki jólamót, Stöðvar 2 Sport. Það er svona boðsmót og við tölum aðeins það eftir smá. En eins og ég segi, Íslandsmót félagsliða, úrslita leikur í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport 30. nóvember klukkan 8. Þannig að ekki missa af því. Já, en í öðrum fréttum þá er það svona helst að við í stjórn IPS við erum að vinna núna að dagatali næsta árs og við erum búin að senda drauginn á aðildafélögin og erum svona að heyra hvað þau segja, ætlum að fá svolítið feedback áður en við erum gefum þau út, en það ætti rauninni bara að gerast núna kannski á næstu 2-3 vikum, eitthvað svoleiðis. Og það eru það eru stóra breytingar á dagatalinu og ég ætla að fara aðeins yfir það núna. En kannski byrja á því að segja ykkur að við hjá IPS erum að ráða inn landsliðsþjálfara, bæði karla og kvenna. Það er sami aðilinn sem tekur karla og kvenna landsliðin og þetta í rauninni gjörbreytir öllu svona utanumhaldi utanum landsliðið og hvernig í rauninni við höfum verið að velja í landsliðið. Í dag eru stigamótin aðalmótin til þess að sjá hverjir eru góðir, hverjir spila vel og hverjir eiga skilið að vera í landsliðinu. Ef þú mætir á stigamót, spila vel, fær stig og þegar að ákveðið svona cut-off dagsetning er, þá horfum við aftur í tímann, sjáum hverjir eru með flest stig og það eru 8 kallar og 4 konur sem eru komin þá bara sjálfkrafa í landslið Íslands fyrir Norðurlandamótið sem er núna í lok maí á næsta ári ef COVID leyfir. En núna eru komin landsliðsþjálfara og þá eins og segi, þá erum við að fara að breyta núna fyrirkomulega hvernig við veljum í landsliði og við ætlum að fara aftur í það fyrirkomulega sem við vorum með þegar við vorum með seinasta landsliðsþjálfara áður hann hætti þegar COVID var að skella á þarna í 2020 og landsliðsþjálfarinn mun sem sagt velja úrtakshóp núna bara held ég bara fljótlega á nýju ári í byrjun árs. Þessi úrtakshópur kalla og kvenna mun æfa saman og landsliðsþjálfari fylgist með árangri á þessum æfingum, hann fylgist með árangri úr mótum, hann gefur fyrir ákveðin verkefni sem að við þurfum að menn þurfa að klára og svo á
ætla sé ekki svona mánuði, 2 mánuðum fyrir mót, þá mun hann gefa út sem sagt loka hópinn og velja þá sterkasta lið kalla og sterkasta lið kvenna til að keppa fyrir Íslands hönd. Og þetta gerir það að verkum að stigamót sambandsins sem hafa verið núna við líði núna í bara fjöldamörg ár svona með breyttu sniði núna undanfarin ár, við í stjórninni erum búin að vera að hugsa svona fram og tilbaka svolítið hvernig þú veist, eru þau kannski orðin óþörf, þurfum við að fara að hugsa svolítið, þurfum við að fara í kannski aðra átt því að það eru rosalega margir að kasta pílu en það er ekkert rosalega margir sem að mæta á stigamótin og þannig að við erum búin að vera að ræða þetta fram og tilbaka og erum kominir með svolítið skemmtilega lausn sem ég held að muni hitta vel í mark hjá bæði þessum betri spilurum sem er að berjast að keppa og komast í landsliði og bara hverjum sem þessu nýlega sem er að koma inn og prófa íþróttinni í fyrsta skipti. En við sem sagt ætlum að hætta með stigamótin og við ætlum að byrja með deildakeppni og þessi deildakeppni hún skiptist þannig að hún sem sagt fer eftir í rauninni meðaltali hjá spilurum og ef þú ert með gott meðaltal þá ert í einu af efstu deildunum, ef þú ert byrjandi þá ert að fara að byrja í neðri deildunum og eins og þetta er hjá okkur núna þá ætlum við að spila 4 til, ég held sem er 5 umferðir planar á næsta ári og fyrsta umferðin verður þá spiluð þannig að við förum eftir stigalistanum þegar við veljum í deildina. Þetta eru hámark 10 keppendur sem eru í hverri deild og ef að skráningin í þessa fyrstu umferð verður þannig að hittir á kannski 1-2 neðstu eru í sérdeild þá þurfum við aðeins að leika okkur með fjöldan en það verður aldrei fleiri en 10 í hverri deild og þessi deild spilast á þannig að þú ert að fara að mæta einn sunnudag, spila 9 leiki og þú ert þá annarkvort að fara að sigra eða það bara sá sem að sigra flesta leiki, hann náttúrulega sigrar og fær verðlaun fyrir árangurinn í þeirri umferð. Við erum með efsta deildin köllum við gulldeild, deild nummer 2 er silfur og svo brons og svo förum við neðar í við minna alls ekki kopar næst og svo við sjáum hvað það eru margir sem að skrá sig í fyrstu umferð og við fjölgum deildunum eftir því hversu margar skráningar það verða og síðan eftir þessa fyrstu umferð þá ert þú komið með bara þitt meðaltal og það er þetta meðaltal sem við notum til þess að velja síðan í umferð nummer 2 þannig að ef að þú mætir í fyrstu umferð spilar, færði eitthvað ákveðið meðaltal og svo þegar að við veljum síðan skráningin í umferð nummer 2 þá kemur þú með þitt meðaltal og ferð inn í þá deild sem að hentar þér þannig að þú ert alltaf að fara að spila við keppendur sem eru svona cirka á þínu leveli ef við nota góða íslensku og þú ert alltaf að fara að fá 8 til 9 leiki í einu þannig að mjög mikil breyting bæði fyrir okkar bestu spilara og líka þessa 9 sem að koma inn og upplifa íþróttina í fyrsta skipti. Þú ert að fá fullt fyrir peningin, þú ert að fá fullt af pílu og ert að fara að spila allir leikir sem þú spilar eru erfiðir og munu nýtast þér í þennan blessa reynslu banka. Þannig að segjum svo að þú mætir í fyrstu, spilar með 55 meðaltali kemst síðan ekki í umferð nummer 2 og ætla síðan að mæta í umferð nummer 3. Það skiptir bara engu máli. Þitt meðaltal, þú heldur þínu meðaltali sama hvar þú mætir í hvað umferð þú mætir. En í rauninni ef þú mætir ekki í umferð nummer 1 og ætla síðan að mæta í umferð nummer 2 þá í rauninni ert ekki með neitt meðaltal og þarft að byrja neðst í neðstu deild. En ef þú spila vel í neðstu deild spila með hátt meðaltal þá ertu fljótur að vinna þig upp gætir hugsanlega farið strax upp í efstu deild ef þú ert að spila mjög vel þannig að þetta er svona gróf mynd af þessari deildarkeppni
og við erum að vinna að því að fá styrktaraðila og hérna vonandi get ég í næstu viku bara kynntan formlega fyrir ykkur. Við erum gríðarlega spenntir fyrir þessari breytingu, þessari nýjung, þessari deildarkeppni og við hlökkum bara mjög mikið til næsta árs. Eins og ég segi, aðildarfélögin eru búin að fá þetta fyrirkomulega í hendurnar. Þau eru svona aðeins að melta þetta. Það verða væntanlega einhverjir sem munu koma með spurningar og við munum sem taka í rauninni bara samtali með þeim. En þetta er í rauninni ekki eina breytingin, því að mótin okkar er að verða svolítið stór. Það eru fleiri og fleiri sem eru að kasta pílu og satt best að segja þá er eiginlega ekki til aðildarfélag sem er með nógu stóra aðstöðu til þess að spila sem sagt stóru mótin okkar. Þá á ég við 501, 301 og cricket. Og venjulega er spilaður sem sagt einmenningur á laugardegi og tvímenningur á sunnudegi. En okkar svona framtíðarsýn er svo, og við ætlum að byrja á henni núna á næsta ári, hún er svo að við ætlum að skipta mótunum í tvennt. Þannig að þú spilar einmenning í 501, 301 og cricket, þú spilar hann sem sagt á sér helgi. Þannig að Íslandsmótið í 501 sem við titlum Íslandsmótið í pílukasti, það er svona stærsta mótið, það verður spilað riðlar á laugardegi, útsláttur á sunnudegi og það verður spilað á Bullseye, Snorrabraut. 301 sama móti, einmenningurinn laugardegi, riðlar, útsláttur, sunnudag. Síðan kemur önnur helgi sem er þá fyrir einmenning í cricket. Þannig að allt í allt er þetta 6 helgar. Tvímenningurinn er síðan á sér helgi, riðlar á laugardegi, útsláttur á sunnudegi í 501, 301 og cricket. Allt þetta verður spilað á Bullseye og við erum bara gríðarlega þakklátt fyrir að Bullseye séu tilbúnir til þess að bara taka mót okkur. Þetta er náttúrulega bara einn besti pílu staður bara norðan Alpafjalla. Það er bara þannig, þeir eru alveg, þetta er bara flottasti staður sem ég hef farið á. Ég mæli eindreið með að þið kíkja á það og sjáuð og kasti pílu og hérna bara upplifið þetta er alveg magnað. En eins og ég segi, þetta er svolítið svona, við erum búin að finna fyrir því að það er rosalega svona, já, vöndun á því að fá að spila stóru mótin okkar og með þessu móti erum við líka að rauninni stækka svolítið tvímenningin, því nú er bara komin sér helgi og það gefur okkur möguleika á að vera með miklu betri umfjöllun og svona, og veita því miklu meiri svona, já, alúð og hérna og ég held að þessi breyting muni koma vel út og verður gaman að fylgjast með. Nú, við erum einnig að koma með aðra nýjung sem er unglingamótaröð, sem sagt unglingamótaröð IPS og pingpong.is. Þessi mótaröð er sem sagt ætluð fyrir þessar yngstu iðkendur íþróttarinnar. Ef þú ert frá aldrinum 9 til 18 ára þá máttu mæta. Við ætlum að vera með 4 til 5 umferðir á næsta ári og þetta verður bara, heldur að sé spila semst á laugardegi og þú mætir, spila riðil og útslátt og hérna þetta væri ekki hægt nema í samvinnu við semst pingpong.is. Við skrifum undir samningu þá á dögunum og þeir eru meðal annars að styrkja semst unglingalandslið Íslands. Þeir eru að fara núna að keppa á JDC World Championship núna. Bara þeir fara held ég út í næstu viku og verða alveg til 28. nóvember og það verður mjög gaman að fylgjast með því og ég mun koma með svona update og hvernig er búið að ganga hjá þeim á þessu móti. En hérna þessi mótaröð er náttúrulega bara eitthvað sem átti að vera löngu búið að byrja á. Þetta er eins og sé mótaröð fyrir að það er svo mikilvægt að við fáum yngstu keppnirnar inn snemma, venjum þau við svona keppnispílu og byrjum að móta svona grunninn að framtíðar bara stjörnum. Ég segi nú bara þannig. Þannig að þetta er svona helstu breytingarnar á dagatalinu fyrir næsta ár.
ég held ég sé ekki að gleyma neinu, þetta svolítið mikið, en eins og ég segi, við vonum að við getum gefið út dagatalið bara núna á næstu vikum. Aðildarfélögin eru með þetta hjá sér núna, þau eru að skoða þetta. Það verður formannafundur bara núna þá á næstunni, ætli hann verði ekki bara í byrjun desember, og er ekki bara komið nóg af blæðurinn í mér. Við bara heyrumst, sjáumst næstu viku. Ekki missa af íslenskri pílu á Stöð 2 Sport. Það er Íslandsmótið, það er Íslandsmót félagsliða, úrslitaleikur, beinni útsendingu 30. nóvember klukkan 8, og það verður góð uppbytun fyrir sjálft heimsmeistaramótið sem er að byrja núna miðjan desember. En ég segi bara takk fyrir bili og sjáumst í næsta þætti.